Sykursýki er þegar að niðurbrot á sykri í líkamanum er í einhverjum ólestri. Þetta er vegna þess að þá vantar insúlín eða er eitthvað rugl á insúlínframleiðslunni. Insúlín er hormón sem að stýrir niðurbrot á sykri. Það eru til tvær gerðir af sykursýki, eða svona tvær, yfirleitt talað um tvær gerðir, stundum talað um fleiri reyndar. Það er sykursýki 1 sem er meðfædd og sykursýki 2 sem er það sem kallað er áunnin. Meðfædda sykursýkin, þá er eitthvað að í brisinu, því að það er brisið sem er inngert sem framleiðir insúlínið, og þá bara kann brisið ekki að framleiða insúlínið eða framleiðir mjög lítið af því. Og þá er rugl á blóðsykrinum í líkamanum og það getur valdið álagi og er til lengri tíma litið hættulegt. Þeir sem eru með sykursýki 1 þurfa því að fylgjast með blóðsykrunum hjá sér og það þarf að sprauta insúlíni í líkamann eftir þörfum. Þeir sem eru með sykursýki eru oft bara með dælu sem að stjórnar því, eða sprautar því magni af insúlíni sem þarf hverju sinni, þannig að fyrir marga þá eru óþægindin af þessu mun minni heldur en þau voru. En þetta er alltaf óþægindi, það er bara spurning hvað þau eru mikil. En þeir sem eru með sykursýki 1 geta nú alveg lifað eðlilegu lífi engu að síður. Áunnin sykursýki er eitthvað sem gerist frekar þegar við erum fullorðin, getur komið bara á miðjum aldri, en ef við erum í yfirþyngd þá aukast líkurnar á áunninni sykursýki. Líka ef við erum að borða mjög óholla fæðu, mjög mikinn sykur, þá er álagið á brisið og lifrina. Lifrin tekur þátt í þessu líka, orðið mjög mikið og þá getur hæfni brisins til þess að framleiða insúlín minnkað og þá erum við komin með þessa áunnu sykursýki. En hana er hægt að vinna tilbaka en þá þarf að gjörbreyta mataræði. Síðan er til eitthvað sem heitir meðgöngu sykursýki. Það er svona bara tímabundin sykursýki, gerist hluta til vegna þess að fóstrið er að taka mikið til sín og hefur álag á líkamann, en líka kannski af því að móðirin er of þung. Það er svona einn áhættuþáttur, það er mæður sem er ekki of þungar geta alveg fengið meðgöngu sykursýki en líkurnar eru mun minni. Til þess að koma í veg fyrir að maður fái sykursýki 2, við stjórnum því ekkert hvort við fáum sykursýki 1 eða ekki, við bara fæðumst með hana eða ekki, að það er í raun að borða hollan mat, halda sykurneyslu í lágmarki og hreyfa sig, stunda heilbrigt líf og borða hollan mat.